Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. List án landamæra listahátíð á landsvísu með áherslu á fjölbreytileika mannlífsins þar sem allir sem vilja geta tekið þátt. Hátíðin var fyrst haldin í Reykjavík á Evrópuári fatlaðra árið 2003 og hefur verið haldin á Fljótsdalshéraði síðan 2005 en síðustu ár hefur hún einnig tengt anga sína allt Austurland. Opnun lista án landamæra á Austurlandi í ár var í Sláturhúsinu á Egilsstöðum fyrir viku. Dagskráin samanstóð á spunaverki, tónlist frá starfsbraut Menntaskólans á Egilsstöðum, auk þess að sýningar á verkum listamannanna voru opnaðar víðsvegar bæinn. Verkefnið felst í því að fatlaðir listamenn og ófatlaðir vinni saman að listviðburði sem við sýnum á lista landamæra og hugmyndin að við erum að brúa bilið milli þessara hópa og koma list fatlaðs fólks á framfæri. Aðsóknin vaxandi. Við höfum náð að vinna að hátíðinni með mörgum ólíkum aðilum. Við höfum verið að vinna með skólum, þá öllum skólastigum, bæði leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum. Við höfum verið að vinna með eldri borgurum. Við höfum verið að vinna með listageirunum og ólíkum listamönnum, hagsmunasamtökum og svo starfsmönnum í sveitarfélögunum. Þegar þáttakan svona mikil og margir koma að, þá verður góð mæting á viðburði. Þeir Ragnar Láki og Aron Kale stóðu fyrir danspartí að dagskrárlokinni og héldu upp í dúndrandi stuði. Þið voru DJ-ar hérna í dag, eru þið vanir að spila saman? Við spiluðum í fyrra, já, á listan landamæra og þetta svona árlegt partí hjá okkur. Það var líka partí við stuðsátu og við með balið með áttætti, með ánæg. Hvað þarf góður DJ að kunna? Það er bara að kunna að halda fólki í stuði, held ég. Það var líka fullt af stöðum, fullt af fólki eitthvað mikið stuði. Það er mikið DJ-ar, ég er mjög ánægt DJ-ar, mjög stuði sátu. Var fólki hérna í dag í alveg nógu miklu stuði fyrir ykkur? Jú. Já, það voru nokkur sem dillaði sér, sko. Svo var þessi kaktus líka hérna í miklu stuði með okkur. Jónína Bára tók þátt í spunaverkinu auk þess sem hún sýndi hliðartösku sem hún vann í samvinnu með klæðskeran Evu Hrund Kjerúlf. Ég er með að finna þessa tösku sem ég hæði. Og það var einhver að gera með þér, eða ekki? Jú, það er Evu Hrund Kjerúlf. Já, og hvað gerðir þú á töskunni? Ég er hekluleg blómin. Þau eru rosalega falleg. Ertu mikil heklukona? Já. Þú ert líka með í tónlistaratriði, eða ekki? Jú. Í hvaða tónlistaratriði? Hvernig tónlistaratriði er það? Það er bara svona hljómsveit hjá Tíasljós. Og á hvað spilað þú? Á Draumur og Askonar. Matthías Þór Sverrisson var bæði kynnir hátíðarinnar og tók þátt í spunaverkinu. Ég er kynnir hérna. Og þú ert með eitthvað tónlistaratriði líka? Jú, með honum Charles Ross, jú. Geturðu sagt mér aðeins frá því? Já, með minni að það heitir spunaverkinu mig. Og hvað ert þú að gera í því? Já, ég get nú eiginlega bara sagt það sama og Jónína sagði. Trommur og aðskonar bara. Og býstu við mörgum gestum í dag? Já, það veit ég ekki. Hvað get ég sagt það? Á Hótel Héraði er sýningin Timburmenn, en þar sýna 5 listamenn afrakstur úr vinnustofunni Tálgun undir handleiðslu Gissurar Árnasonar, kennara og smíðameistara. Við vorum að tálka kallar hérna sem vorum að gera hjá honum Gissuri Árnasoni og ég var fyrsti maður sem að klára hana
og þetta hefur gengið bara bríðilega vel og þetta bara gaman. Hvað svona heillandi við að tálka? Þetta bara svo fallegi kallar. Þetta eru málaðir kallar, svo fínir kallar. Heitir verkefni ykkar eitthvað? Þetta jaka eitthvað nafn? Ég man ekki, ég alveg búin að gleyma því, Timburmann heitir það. Timburmann heitir það. Þau Daniel Jóhann og Dísa María létu heldur sitt ekki eftirliggja við timburmennina. Þið vön að tálka? Þetta fyrsta skipti? Þetta fyrsta skipti hjá mér. Ég hef bara tálkað svona með vasahníf, trjágrein, þú veist, sem babb, en aldrei neitt svona. Þetta var svolítið mikið öðruvísi. Já, og þetta svolítið mikið vinna bak við þetta. Og maður verður svolítið aumur í pötunum. Já. Núna eftir þetta námskeið, nú voruð þið orðin þrælvörin að tálka, ætlið að halda áfram? Já, það kannski. Það væri gaman. Já. Ég hef búin að setja sem sagt inn á fésbókinni hjá mér, þetta með tálknámskeiði og það var margir sem láta okkur vita að það verið næst að það verið með og þá verið við bara með líka. Já. Ekki? Jú. 2 kvöld í viku hittast meðlimir bandísveitar Fljótsdalshéraðs á æfingu í íþróttahúsi Fellabæjar. Þetta svona hópur manna, má segja þverskurður úr samfélaginu hérna eystra. Þetta hérna sambland af öllum starfstitlum sennilega sem að héraði getur boðið upp á. Allt frá endurskoðendum og framkvæmdastjórum í rafvirkja og pípar og bankamenn og nefndu það bara. Hver og einn mætir með sína eigin kylfu og eru þær valdar eftir bæði hentugleika og hæð leikmannsins. Þetta er alveg meira heldur en bara hobby, sko. Það sem að þetta byrjaði náttúrulega fyrst bara svona sem svona hittingur einu sinni á sunnudegi, einu sinni í viku fyrir nokkrum árum síðan og svo þetta þróast út í að menn eru farnir að hittast hérna 2 í viku og við erum farin að mæta á mót og reyna svona að sjá hvað við berum okkur saman þar við aðra, sjá hvort við getum eitthvað í þessu. Getið þið eitthvað í þessu? Já, það er náttúrulega kannski ekki gott fyrir okkur að dæma það en okkur hefur gengið ágætlega. Við fórum á mótum daginn í Kópavogi sem við prófum okkur aðeins og svona beilega mót. Við komumst mjög vel frá því, við unnum alla leikina okkar og fengum svona mótsbikar, held að sé hérna með þessu í húsinu. Við fengum þetta svona í verðlaun fyrir móti sem var mjög gaman og allt gott það. Þetta svona hvetur okkur til þess að halda áfram að gera vel. Og nú er bara að finna skápundur. Já, það var einmitt svona komin umræða hvort við þyrftum ekki að fara að gera sér skáp fyrir þetta hérna í æfingahúsnæðinu í Fellabænum. Svona svo að við getum nú varveitt þetta einhvers staðar á góðum stað. Þegar áhuginn var farin að aukast hjá strákunum í að bæta sig í íþróttinni, fengu þeir til sig þjálfara að sunnan til að koma og kenna. Þetta Atli á HK í Reykjavík. Hann mikinn áhuga á þessu og ég hef svona verið í sambandi bara við hann og hann var búinn að stinga að því að koma til okkar og tók við náttúrulega bara slæðin í vetur og hann kom að bjóða hann í sveitina og hann var mjög þakkláttur að koma hérna í loftið fyrir okkar. Og heldur þetta hafi skilaði eitthvað í hópinn? Klálega, við lærðum margt sem við vissum ekki hvað væri til eiginlega. Er bandi vinsælt á Íslandi? Ég held að þetta sé svolítið uppleið, sko. Þetta er að koma hérna á Húsavík og Ólafsfirði og náttúrulega hérna og þannig að þetta er ekki bara í grunnskólanum eiginlega. Af hverju fara menn í bandi? Hvað er skemmtilegt við þetta? Þetta er náttúrulega ótrúlega magnaður sport að svo mörgu leyti, sko. Þetta er miklu meiri hreyfing og meiri átökveldur en kannski menn rekna með og þetta er svona náttúrulega mjög líka góðu félagsskapur, sko. Hér náttúrulega var þetta svona fyrst eins og ég var að lýsa í upphafi þar sem menn hittust bara svona saman á sunnudegi það pústra aðeins eftir helgina eða eitthvað og hreyfa sig og þetta var bara mjög gaman þannig, sko. Og er ekkert síður gaman í dag, þetta er bara orðið svona meiri keppni og farið að vera svona meiri æfingar heldur en bara svona eins og maður segir einhver svona einhverjir gamlir eða þreyttir kallar að koma saman og hreyfa sig. Þetta er bara mjög fjölbreytt. Hér er mjög margt aldursspil og menn taka vel á því og ég held að sé allir bara ágæti félagar hérna innan hópsins, sko. Þetta er hörku púl. Já, það er hátt tempo oft hérna. Þannig að ef það er ekki nýbúið að vera á einhverju þorrablóti eða einhverju það munar svolítið það. Þetta er sæmilegt að hreyfa, þótt maður haldi þetta sé bara einhver kúla og kylfa, sko. Þá þarf ofta að hlaupa heldur hratt á eftir. Fólk
kannski líka það að skíða brekkur sem enginn hefur skíðað áður eða er allavega ósnert eftir síðustu snjókomu. Síðast við heimsóttum Sævar Guðjónsson, ferðaþjónustubónda á Mjóeyri, var hásumar og staðurinn þéttsetinn. Þegar okkur bara garða þessu sinni gerði 8 manna fjallaskíðahópur út frá Mjóeyrinni. Er vetraferðamennskan á svæðinu að aukast? Hún var náttúrulega engin þegar við byrjum hérna og hefur svona smá verið að vaxa og ekki síst núna með tilkomu þessa utanbrautar skíðamanna. Mjög góð viðbót þessi verið hefur. Já, utanbrautar skíðamenn eru þeir sem kjósa að skíða ekki á hefðbundnum skíðasvæðum, heldur hafa val að skíða á hvaða fjalli sem er þar sem aðstæður leyfa. Notast við sérstakann fjallaskíðabúnað sem samastendur á sérútbúnum skíðum og skinnum sem límd undir þau til að gefa grip þegar gengið upp fjallið. En hver er svona helsti munurinn á venjulegri skíðamennsku og þessari? Helsti munurinn sá að það fer meirinn helmingur á tímanum í að labba upp og skíðin eru öðruvísi og skíðaskótnir eru öðruvísi og við ferðumst upp fjallið með því að labba upp á svokölluðum skinnum og nælonskinnum sem við labbum upp á fjallið og svo þegar við komum upp á fjall þá læsum við hælnum og tekum skinnin undan og skíðum niður. En af hverju ekki bara taka lyftuna? Því að þegar maður er á fjallaskíðum þá getur maður valið sér hvaða fjall sem er sem maður langar að fara upp á. Og þetta er hluta til gönguferð og skíðaferð á sama tíma. Leiðina að fjallið sem við veljum okkur þurfum að velja vel leiðina upp og þar pössum við okkur á snjóflóðahættu og hversu bratt það er, svo við sem ekki fara alltaf bratt upp á sama tíma. Og með því að skoða snjóin og hvað þessu bratt brekkan er og hvað er fyrir ofan og hvað er fyrir neðan skiptir okkur öllu máli hvernig við komum okkur upp á fjallið. En svo þegar við skíðum þá er nefnilega svo gott við fjallaskíði að maður er að skoða brekkuna alla leiðina og leiðinu upp þannig að maður getur valið sér brekku og leiðinu niður. Þetta skíðaævintýri hófst þannig að við vorum búin að vera töluvert í sambandi ég og Jökull Bergmann sem var einhver bergmenn í Skíðadal og hann var svona alltaf á leiðin að koma og skoða hérna. Svo kom hann í fyrra með pröfuhóp á Mjóeyri og skoðaði marga staði og setti það svo í markasetningu núna fyrir þennan vetur. Mjóeyrin er náttúrulega staðsett á miðjum Austfjörðum þannig að það er stutt í allar áttir innan Austfjarðahéðan, svona 1,5 tími í allar áttir. Og þetta lengir ferðamannatíman hjá okkur fram í mars sem er mjög ágætt ef það vel tekst til. Og svo eru þessir skinnarar svokölluðu, þeir sem eru að skinna upp á fjallaskíðum eins og við sáum í dag að þeir eru svona ferðamenn sem að henta okkur austlendingum vel því að austfirðingum vel vegna þess að þeir eru ekki að flýta sér og vilja ró og frið og vera einir í heiminum með náttúrunni eins og við höfum verið að markasetja hér í gegnum árin. Ég svo sem veit ekkert annað en að þessi skíðamenn sem hafa komið nú þegar séu ánægðir og það er auðvitað það sem að selur þá áfram ef að ánægðir kúnnar þeir selja. Það er það sem skiptir máli. Hvað finnst Garðar þessa heildstæðu upplifun sem að Mjóeyri býður upp á? Fjöllin eru alveg merkilega falleg og fullt af skemmtilegum leiðum til að skíða og svo er líka svo gaman en það er ekki búið að skíða allar leiðir þá getur maður fundið sér nýjar leiðir til að skíða. Og svo er náttúrulega maturinn svo góður og herbyggin eru svo góð og það er svo gott að gista og svo náttúrulega útsýnið er náttúrulega magnað. Jennifer hefur stundað fjallaskíði í 15 ár. Hvernig finnst henni að skíða í austfirskum fjöllum? It is absolutely beautiful and there's nobody out here except us enjoying it. It seems like it's wonderful and wild. I'm coming back! Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.